Þá það annar hlutinn af 5. kaflanum úr bókinni Maður og náttúra. Alheimurinn talinn vera 14 milljarða ára gamall. Hann talinn hafa orðið til í mikilli sprengingu sem kallast Miklihvellur eða Big Bang. Síðan Miklihvellur átti sér stað þá hefur heimurinn verið að þenjast út. Þess vegna telja menn sig geta reiknað aftur tilbaka hvenær allt efni var í sama punktinum, sem þá upphaf Miklahvells. En þetta sem sagt, bara eins og við sjáum á myndinni hérna, þá erum við ennþá að þenjast út. Jörðin töluvert yngri og sólin líka, allt sólkerfið álíka gamalt, eða 4,6 milljarða ára gamalt. Þetta eru tölur sem mjög erfitt að átta sig á. Jörðin og allt sólkerfið varð til úr gasskýi sem þéttist þannig að stærstu klumparnir fóru að dragast hver að öðrum. Allra stærstu klumparnir mynduðu sólina og svona stærri klumparnir þar fyrir utan mynduðu reikistjörnurnar. Upphaflega var jörðin nokkurs konar eldhnöttur sem smám saman kólnaði. Það var samt mikið eldgos framan af sem mótaði svolítið jörðina. Þessir 4,6 milljarðar ára, hérna búið að raða þeim upp í svona tíma ás. Þið sjáu það svona spírall sem gengur hérna upp. Fyrsta milljarðin eða svo, þá gerist voða lítið hvað lífverur varðar. Þá jörðin mjög ólífvæn, það mikið af eldgosum og allt í raun og veru í kaldakoli. En síðan fara að koma mjög einfaldar frumur. Og það í raun og veru hérna fyrsta hlutan, þá eru bara einfruma bakteríur sem til. Hérna koma fram frumur sem með frumukjarna. Það gerist þegar frumur renna saman og það ekki fyrir að vera komin hingað upp fyrir 500 miljón árum sem dýr fara að láta eitthvað á sér kræla. Þið munið þetta voru 4,6. Þetta þá hálfur milljarður ára. Sem sagt 1/9 af aldri jarðar þar sem dýrin hafa verið að þróast. Og maðurinn svo bara hérna alveg á allra síðustu millimetrunum. Eins og ég sagði á hann, þá gefur þessi tíma ás ekkert voðalega góða, maður hefur ekkert voðalega góða tilfinningu fyrir honum. Þess vegna skulum við skoða þetta aðeins svona, sjáðu þið. Hérna búið að taka þessa 4,6 milljarða ára, skipta þeim niður í 24 klukkutíma. Og fyrstu 3 klukkutímana þá gerist voða lítið hvað lífverur varðar. Þá koma fyrstu dreifkjörnungarnir að bakteríurnar fram. Hér verður súrefni til, þá upp úr því koma fyrstu heilkjörnungarnir. Það eftir klukkan 12 á hádegi. Fjölfruma lífverurnar koma 6 á kvöldmataleitið og dýrin svona kringum 7-leitið. Plöntur fara að ryðast upp á land undir klukkan 10, fyrstu blómin koma upp úr 11 og maðurinn kemur fram 20 sekúndur í miðnætti. Þetta gefur okkur aðeins betri tilfinningu fyrir þessum tíma ási. Aðstæður voru gríðarlega óstöðugar framan af, mikið eldgos, en þessi eldgos urðu þess valdandi að það var til lofthjúpur. Í lofthjúpnum var upphaflega ekkert súrefni, heldur aðalega vatnsgufa, koltvíoxíð, nitur, brennisteinn, metan og ammóníak. Flestar þessar lofttegundir eru nú sérstaklega brennisteinsvetni, metan og ammóníak í miklu magni eru nú ekki æskilegar lífi, þó vatnsgufa og koltvíoxíð og nitur geta alveg verið það. Það til 3 kenningar hvernig líf kveiknaði á jörðinni. Fyrsta kenningin hljómar þannig að það hafi verið fullt af og réttu efninu raun og veru í einhverjum svona drullupollum, hverapollum og einhver kraftur, sennilega elding, hafi gefið því líf, gefið orku í að raðast rétt saman til þess að þetta færi nú alltaf fungera. Ein kenning að þessi lífrænu efni hafi komið með loftstein frá jörðinni.
Vísindamenn skiptast svolítið í tvennt eftir því hvori kenningunni aðhyllast frekar. Þriðja kenningin sem er nú ekkert voðalega vinsæl hjá vísindamönnum en þeim mun vinsælli hjá öðrum sem að spá í þessi mál, að það að við séum eitt risastórt tilraunaglas sem einhverja geimverur að rannsaka. Þar hafi sem sagt komið lífinu fyrir hérna og sé að rannsaka hvernig það þróist. Forsenda þess að líf geti þrifist að þær hafi einhverja leið á að fjölga sér, einhverja leið til þess að bera upplýsingar sig áfram til næstu kynslóðar. Grunnurinn af þessu DNA, erfðaefnið, og það þarf að vera hægt að afrita það þannig að það berist til næstu kynslóðar. Þá geta frumur farið að skipta sér eins og við sjáum hér og þannig getur þetta haldið áfram. Lífverur þurfa einnig að geta aflað sér orku úr umhverfinu, þó það sé nú ekki alltaf í formi einhverja kræsinga á borð við þetta. Fyrstu lífverurnar eins og ég sagði áðan voru bakteríur sem eru án frumukjarna. Þær voru margar hverjar ennþá einfaldari en bakteríur nútímans eru. Síðar meir komu fram bakteríur sem gátu ljóstillífað og það grunnurinn að því að mynda súrefni í andrúmslofti. Það þó ekki eins gott og við myndum halda í fyrstu, því að súrefni óttalegt eitur. Það oxar, alveg eins og þið skerið epli í bita, þá verður það brúnt á bara nokkur mínútum ef við skiljum það eftir á borði. Það ekki að skemmast epli, það engar bakteríur sem geta borðað eða skemmt eplið svona hratt. Það sem að gerast að efnin í eplinu að hvarfast við súrefni í andrúmsloftinu. Eplið að oxast. Þetta óttalegt eitur. Þannig að súrefni fyrir fyrstu lífverunum var súrefni eitur, síðan komum bara fram lífverur sem að þoldu súrefni. En súrefni var líka valdandi þess að lífverur gátu farið að brenna lífrænum mat og það gert í frumulíffærum sem heita hvatberar. Hérna sjáu þið svona hugmyndaði hvernig það gæti að hafa gerst. Við erum upphaflega með einhvers konar bakteríu sem að himnan fer að fara inn í hana, þannig að það myndast svona himnufellingar hérna inn í henni sem verður svo að Golgi-kerfi og frymisneti, síðan ganga inn í hana aðrar bakteríur sem gátu brent mat og urða hvatberum. Í plöntufrumur komu inn aðrar bakteríur sem gátu ljóstillífað og urða grænukornum og svo framvegis. Þannig varð til stærri og flóknari fruma sem leið gat lifað við erfiðar aðstæður af því hún var fjölhæfari. Eins og ég sagði áðan, þá var það svona fyrsta miljardinn sem að það voru engar lífverur, en þá fór fyrstu einföldu lífverurnar að koma fram. Heilkjarnalífverur komu fram fyrir 1,2 milljörðum ára. Það kom nú fram á myndin áðan. Og þetta svona það bil það sem ég var að segja áðan. En kynæxlun svo afleiðing af þessu. Kynæxlun snýst hefur ekkert með kynlíf að gera í sjálfu sér, eða lítið. Þetta hefur með það að gera að það koma kynfrumur frá 2 einstaklingum og renna saman til þess að mynda barn, sem grundvallaratriði í þróun, til þess að börnin sé ekki nákvæmlega eins og foreldrarnir. Fyrstu lífverurnar sem komu fram voru svona hálfgerðir ormar sem lifðu í sjónum, ekkert ósvipaðar þessum. Síðan komu fram lindir sem að mynduðu skel, eins og þessi ammoníði. Þetta svona kuðung, nokkuð svona krabbi í kuðung hérna. Þetta eru þríbrotar sem voru mjög áberandi svona fyrir tíma risaeðlanna, getum við sagt. Mikið af steingervingum til af ammoníðum og þríbrotum. Einnig voru mikið af svömpum og liðdýrum. Fyrstu hryggdýrin voru mjög einföld, voru fiskar, komu fram fyrir 500 milljón árum. Fyrstu dýrin sem gengu á land voru fiskar, en talið að það hafi verið svo kallaðir holduggar. Fiskurinn sem sjá hér heitir lúnafiskur, en holduggar ekki með hefðbundna svona geislaugga. Þeir eins og venjulegir fiskar. Geislauggar í raun og veru þá standa beinin bara beint út og
og það er bara rétt himna á milli beinana sem kemur þeim áfram. Hér er engin himna, hér eru bara bein sem ganga út í nokkuð svona útlim. Það líkist meira svona hreyfum á sel eða hval. En lúnafiskar geta gengið á land, grafið sig í drull og legið þar í dvala. Þeir eru semst ekki háðir því að vera í vatni, en þeir geta voru lítið gert upp á landi annað en bara lagt sig, en geta þannig lifað af þurrkatíma. Síðan fara að koma fram æðplöntur. Æðplöntur eru plöntur sem að geta flutt vatn og næringarefni líkama sinn með æðum. Það er eiginlega allar plöntur sem við þekkjum í dag nema sumir þörungar og mosar æðplöntur. Þörungar og mosar eru semst ekki æðplöntur, einfaldir þörungar. Á landi eru mosar eiginlega einu plöntuðurnar sem ekki er æðplöntur, þannig að allt annað en mosar teljast vera æðplöntur. Fræplöntur eru plöntur sem geta fjölgað sig með fræjum. Það er ekki allar plöntur það er ekki bara plöntur sem að bera falleg blóm, það eru líka svo kallar berfræfingar sem eru með lítil blóm, grös og annað eru líka fræplöntur. En á kolatímabilinu, sem er svona það bil fyrir 300 milljón árum, þá óx gríðarlega umfangsmikill skógur í jörðinni sem varð í raun og veru forðabúr fyrir kolalög og olíujarðlög sem við erum að dæla upp og moka upp í dag og brenna. Síðan komu skriðdýrin fram svipað leyti fyrir sirka 300 milljónum ára. Fyrir 245 milljónum ára þá varð svokallaður fjöldadauði á jörðinni. Þá dó út milli 70–80% af öllum dýrategundum á jörðinni. Við þetta myndaðist svona vistfræðilegt gat sem að skriðdýr, risaeðlur, fylltu upp í. Það er koma fram fyrir 210 milljónum ára. Það dó út á tiltölulega skömmum tíma, nokkrum milljónum ára. Það er ekki þannig að menn telja að lífverurnar hafi, eða þessi risaeðlurnar hafi dáið út bara 1, 2 og 3. Þetta tók svolítinn tíma og það er ekki þannig að áreksturinn sem slíkur, margir telja að loftsteinn hafi orðið þess valdandi að risaeðlurnar dó út, og flóðbylgjur og jarðskjálftar sem fylgdu áreksturinn sjálfu sem er talin að hafa drepið risaeðlurnar nema þó þær sem lifðu hérna í allra næsta nágrenni. Heldur var það meira loftslagsbreytingarnar sem urðu í kjölfarið sem urðu þess valdandi að það urðu miklar breytingar á jörðinni og það er talið að risaeðlurnar hafi ekki náð að laga sig að breyttum aðstæðum og þess vegna dáið út. Fyrir 65 milljónum ára er aftur talað fjöldadauða. Þá dó milli 50 og 60% af öllum dýrategundum á jörðinni út. En sumir vísindamenn halda því fram að við séum að fara í gegnum verri fjöldadauða núna heldur en þegar risaeðlurnar dó út. Því það hefur bara á nokkur 100 árum hafa ansi margar dýrategundir dáið út. Og þetta er fyrst og fremst vegna áhrifa mannsins. Það sem við erum fyrst og fremst að gera er að eyðileggja búsvæði dýra. Það eru líka dýr sem hafa dáið út hreinlega vegna veiða eins og þessi hér, en það eru miklu fleiri dýr að deyja út af því að við erum að eyðileggja búsvæði þeirra. Það er miklu stærri ástæða. Þessi dýr sem hér eru, þessi 3 hérna lifðu bara á eyjum og voru auðveiðanleg. Flökkudúfur, þessi hér voru að vísu sennilega algengasti fugl sem lifað hefur á jörðinni, en voru skotnar gegndarlaust, það var eitra fyrir þeim og búsvæði þeirra tekinu til landbúna, þannig að það eru dóu út. En þegar dýrategundir deyja út stórir hópar, þegar verður svona fjöldadauði, að þá opnast, eins og ég sagði áðan, gluggi fyrir nýjar tegundir til þess að þróast. Það hefur gerst reglulega í sögunni. Fyrstu spendýrin voru pínulítil, lifðu aðalega á nóttinni, því að risaeðlurnar átu nú bara það sem var á vappi á daginn. Þetta er til dæmis hestur, þetta er Eohippus, álíka stór og svona meðal lítill heimilishundur, en þetta var eitt stærsta spendýri sem var til svipað leit og risaeðlurnar voru upp á sitt besta. Spendýrin höfðu jafnheitt blóð, næra afkvæmi sín á mjólk, þau eru ekkert öll með spena.
flest en ekki öll, og hugsa vel afkvæmi sín, og þetta gerir þeim kleift bæði að lifa vel af en líka lifa við erfiðari aðstæður heldur en skriðdýrin gera. Það er til dæmis lítið skriðdýr hérna norður frá eins og Íslandi, töluvert spendýr. Maðurinn er eitt af síðustu spendýrunum til þess að koma fram, en prímatarnir voru komnir fram svipað leyti og risaeðlurnar dóu út. Þeir fóru svo að blómstra eftir að þær voru horfnar, líka kallaðir fremdardýr. Prímatar eru allir apar, þetta er hálfapi þessi hérna, þetta eru lemúrar þessir þrír, það eru líka prímatar. Síðan sjáum við hérna apa gamla heimsins og apa nýja heimsins. Gamli heimurinn er Asía og Afrika, nýja heimurinn er Ameríka. Þetta eru allt prímatar, en það sem einkennir þá eru framstæðaugu sem gefur góða þrívítasjón þegar að sjá sömu myndina tvisvar. Það auðveldar þeim að greina fjarlægðir, hvað er langt í hlutinn, og þeir eru með gagnstæðan þumal sem þeir geta snúið á móti hinum puttunum og gripið og margir eru líka með þannig á tánum. Flestir þeirra geta gengið á 2 fótum, þó þeir gera það ekkert endilega allir. En við svo eftir að skoða þróun mannsins í næsta hluta, en þessum hluta er lokið.